fólkið og velkomin með mér í Glettur rétt einu sinni, síðustu Gletturnar á þessu ári. Nú, ég komin hérna í jólaköttin í orðsins fyrstu merkingu. Húsið sem þið sjáið aftan við mig gróðurhús Barra, eitt stærsta gróðurhús landsins. Nú, þarna árlega haldinn svokallaður jólaköttur. Nú, þá koma bændur saman, bjóða sinn varning, jólatré, hangikjöt og svo handverksfólk þarna líka. Já, það mikill mannfjöldi hérna í gróðurhúsi Barra. En það eins og allir Austfirðingar allir hreinlega að fara í jólaköttin. Og hérna erum við búin að finna einn fjarðarmann, reyndar ættaðan að héraði. Hann Svenna frá Hafsá. Svenni, koma fjarðarmenn á jólamarkað á héraði? Annað hver fjarðarmaður kemur á jólamarkað. Er þetta bara svona, hluti af jólaundirbúningnum? Þetta hluti af jólaundirbúningnum og bara upplifa stemmingun á héraðinu sjáðu. Það nefnilega toppurinn. En nú hefur þú samanburðið, það svolítið metingur á milli héraðsmanna og fjarðarmanna. Fjarðarmenn eru, héraðsmenn segja þeir búinir í skurðum. Þú ert fæddur og uppalinn hér á héraði. Hvort betra? Ég alltaf komin heim því ég kemur upp á hérað. En mér hefur liðið mjög vel á fjörðum. Og það svo skrítið að þetta þarf hvort á öðru að halda. Það nefnilega það skemmtilega við það. En það svona alltaf smári, já. En hvort ekki gott? Hvort ekki mjög gott. Blómstrandi byggð? Ja, blómstrandi byggð, ekki spurning. Svenni við þá segir ég bara gleðileg jól. Takk að þessum leiðis. Nú gefst mér tækifæri til þess að bæta fyrir fyrri axarsköft. Ég kallaði þennan fallega kór fyrri vetur héraðsdætur minnum í. En þvílík tjara. Þær eru reyndar héraðsdætur og það til kórinn héraðsdætur. En þessi kór heitir Stúlkna kórinn Liljurnar. Og hérna stjórnandinn komið til mín. Hvað kemur til að þú náðir saman svona fallegum stúlknakór? Þetta byrjaði 2011. Þá kom organisti Egilsstaðakirkju til mín og var búin að vera lengi með draum það að hafa unglingakór í kirkjunni. Og svo leiti eitt af öðru og ég bara tók þetta að mér og nú þetta orðið hluti af starfsemi menntaskólans og grunnskólans og tónlistarskólans og kirkjunnar. Ég bjó til svona samvinnuverkefni. Stelpurnar áhugasamar? Mjög áhugasamar og erum að safna sér núna fyrir ferð á Norrbúsang sem kóramót í Danmörku. Mikil sönggleði í Austfirðingum? Já, það hefur verið það. Ég lærði á sínum tíma hjá Keith Reed og það var mikið fjör þar í sönglífi og mikið sem býr í fólkinu hérna. Þannig að bara gaman að koma aftur heim eftir námið og vinna með þessu góða fólki. Ekki söngurinn bætandi? Já, og þetta er mannbætandi að syngja. Ef maður hugsar jákvætt, þá syngur maður betur. Þannig að það alltaf gott að hugsa jákvætt. Þú þá ekki til í lokin til að taka eitt lag með kórnum? Ok. Klingjan og brátt, klukkurnar tá, brátt jólum þá og hól. Börnum og smá, brosandi þá, bíða og þrá, dýrðin að sjá. Hratt líður stund, fagnaðar full, förum við á með bros og brá. Klukkurnar slá, fimmleg og fá, fegurstan hljóm, himneskan hljóm. Sungið blítt, hjartan hlýtt, hamingjan östuð frá mér. Syngið þá borg og bæ, börnin í kór, lítil og stór. Bráðum, bráðum koma jólin, bráðum koma jólin. Öll heyrum við klukknanna kling, kalla menn, jól koma senn. Klingjan og brá, klukkurnar tá, tátt jól, umtal og hól. Börnung og smá, brosandi frá, bíla og þrá, dýrðin að sjá. Hratt líður stund, fagnaðar fund, förum við á með bros og brá. Klukkurnar slá, fimmleg og fá, fegurstan hljóm, himneskan hljóm. Sungið blítt, hjartan hlýtt, hamingjan östuð frá mér. Syngið þá borg og bæ, börnin í kór, lítil og stór. Bráðum koma jólin, bráðum koma jólin, koma jólin.
Jæja, tíðindi jólamarkaðurinn sem að Barri stendur fyrir, alltaf jafn gaman. Já, það er alltaf jafn gaman og fjölgar alltaf bæði þátttakendur sem að selja vörur sínar og kynna hitt og þetta og svo er þetta náttúrulega samstarf samt okkar við félag skógabænda og Skógrækt ríkisins á Hallormsstað og hér á Suðausturlandsskóga og þetta er bara svona mjög skemmtilegt verkefni til að skapa jólastemningu. Það einhverja hugmynd hvað koma margir? Þetta er ábyggilega milli 2.000 og 3.000 mann sem er búið að koma hérna á þessum 4 tímum. Sem þýðir það að þetta er fjórði hver Austurríkur? Já, en ég hef nú grunum að menn komi nú kannski svolítið víðar af heldur en akkurat af Austurlandi. Ég hef allavega fréttir af því og hitt fólk getur sem kemur víðar að. En þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt og hitta á svona veður líka að þá náttúrulega kemur fólk alls þar að. Og þetta er alltaf að stekka vinda utan á sig þannig að þið eru ekki hætt? Ekki, nei. Það er náttúrulega fyrir hálfum mánuði síðan þá voru hérna húsi fyllt af plöntum þannig að við þurftum nú að skutla hérna 14.000 plöntubökkum burtu og setja inn á kæli á meðan að þetta stendur yfir. Og þið verðið örugglega að ári? Ég vona það, já. Ég held við komumst ekkert upp með annað. Fólk virðist ekki ætla að sleppa okkur með þetta því að það er yfirleitt byrjað að spyrja marka eins og í september, þá er ekki alveg öruggt og þannig að allir verði ekki ákveðið núna í mars hverja dagsetninguna. Ungan dreng, ljósin laða, litla snótt, geislum baða. Ég man það svo lengi sem lifað ég fæ, lífið þá er hátíð var í bæ. Hann fékk bók en hún fékk nálægt finna, hönd í hönd leiddu skát og rjó. Sætli börnum sjálfgeft er að finna, ég syngur þau mín allra bestu ljóð. Söngur blíð, svefnin hvetur, systkin tvö geti betur. Nú hérna rétt við hliðina á mér er heljarmikið og fallega bólstrað sófasett og ég heyri að það er dálítill hávaði það núna. Þarna sitja sveitarstjórnarmenn og ég hef grun að sé eitthvað verið að skamma þessa kappa núna. Best aðeins að heyra í þeim hljóðið. Eru hérna kjósendur að taka ykkur á beini? Já, þeir gera það. En við svörum nú fyrir okkur. Hafið þið staðið ykkur eitthvað illa? Nei, mest vel. En það er bara, svo maður sleppir nú öllu gríninu, þá er rosalega gott að geta setið svona. Fólk kemur hérna algjörlega frjálst og laust einhvern veginn og slagt og tala við okkur og nefnir alveg ótrúlegustu hluti sem að, er bara ástæði til þess að brýna okkur á og hluti sem betur mig að fara. Það skamma þá eitthvað sveitarstjórnarmenn? Nei, það er ekki þetta að skamma þessar elskur. En þeir taka alltaf vinsamlega öllum ábendingum. Það er bara þannig. En gera ekkert með það, segir það? Já, stundum gera þeir ekkert með það, en oftast gera þeir með það. Komaður einhver í verk? Það er ekki, já, heilmiklu. Það er ekkert gaman að því að vera alltaf að skammast. Maður verður bara að hafa gaman að þessu. Maður verður að brýna raustina, hækkan og lækkana, en þar með er ekki sagt að maður sé reiður. Nei, maður er að nota röddina. Ég heyrði þetta alltaf hátt í þér ána, ég verður svo nú hlýtur hún að vera að skamma þá. Það er bara þannig, ég fer upp og ég fer líka niður. Og þú kemur niður aftur? Já, ég kem alltaf niður og standandi. Sigrún, var hún eitthvað að taka ykkur í gær? Sko ég náttúrulega bara er búin að þekkja Eddu svo lengi og þykir svo væntum hana og það er bara gott að fá allar hennar ábendingar og ég tek mark á þeim öllum. Svo bara reynir maður að vinna í því sem mögulegt er. Hressandi. Já, það er bara nauðsynlegt, hún segir þó hvað hún er að hugsa. Það er miklu betra að fá að heyra hvað fólk hugsar heldur en að heyra það utan á sér og geta ekki almennilega fest hendur á því. Það skiptir miklu máli að fá það bara beint. Aldrei að stinga fólk í bakið, bara framan á. Nei, það gerir þetta ekki. Þetta er maður helsarður Já, ertu helsarður? Nei, en það kom ekki allir og svona henda í okkur einhverjum formlegum erindum. Einn læddi að okkur stöku og hún er svona: bæjarstjórnarbekkurinn berst við röfl og tuð, krúttlegur jólakötturinn kemur þeim í stuð. Eru héraðsmenn almennt bara komnir í jólaskap? Já, ég held að það sé engin spurning.
en það þegar að barramarkaðurinn fer í gang þá komast allir endalega í jólaskapið. Og ég sé að það eru fleiri héraðsmenn sem gera það. Það eru á fjörðunum og norðan á landi og maður hittir hér fólk í rauninni alls þar að. Og enda stækkar þetta ár frá ári og ég veit ég alltaf ekki með að verðum að byggja við hér. Jæja, ég er búinn að tala við Gunnar, hann í meirihlutanum, stjórnar þessu öllu saman meira og minna svona fyrir ost og leynd. En nú er ég búinn að tróða mér á milli þeirra, hans og minnihlutans. Hvað segir minnihlutinn? Þetta allt í steik hjá meirihlutanum? Nei, ég sagði það nú, það var haldinn borgarafundur og ég sagði það að við hefðum reynt að fylgjast mjög grannt með því hvort að meirihlutin væri á leiðinni með þetta í bölvaða vitleysu og því miður kannski að þá get ég eiginlega ekki sagt það að þetta sé að fara í mjög mikla vitleysu en það er nú aðalega vegna þess að menn eru nú ekki búin að breyta mikið kúrs frá því sem var þegar við vorum í meirihluta. Okay. Og hérna er ég búin að finna enn eitt bæjarfulltrúan, reyndar úr meirihlutanum. Hvernig er samstarfið milli ykkar í meirihlutanum? Samstarfið bara er mjög gott milli okkar og okkar allra, ekki bara meirihlutans. Framsóknarmenn eru bara dásamlegir í þessu samstarfi líka. Og er þetta bara einn flokkur þá í bæjarstjórninni? Já, ekki einn flokkur en við vinnum samt sem lið bara. Já. Fljóstas héraðsflokkurinn? Já, akkurat. Hefur fólk eitthvað verið að skamma ykkur? Skamma okkur? Nei. Við höfum bara fengið mjög skemmtilega erindi hér inn og hrós og hérna, og ýmislegt kannski sem betur að fara en það er bara gott að koma með það. Þið lofið bót og betra? Við reynum alltaf að gera okkur besta í því. En loforð? Nei, ekki mikið þau. Nú, undanfarna dag og undanfari misseri hefur verið sótt að framsóknarmönnum. Er ekki erfitt að vera framsóknarmaður þessu daga? Það er ekki erfitt að vera framsóknarmaður á Fljótsdalshéraði. Er það ekki? Nei, það er við viljum nú meina það að hér sé höfuðvígi framsóknarmanna og það má nú svona leiða ákvörðun líkum á því að svona minnstakosti þriðji hver maður sem þú hittir hér sé framsóknarmaður. Þannig að hér er nú mjög gott að vera í góðu skjóli. Einu sinni var það nú bara annar hver maður. Já, en það er kannski ekki að ætlast til þess að það endist alveg út í eitt en það verður bara vonandi aftur. Við sjáum bara til næstu kosningar, hvort að við getum ekki talað um það þá að annar hver maður. Hefur þú trúið því? Já. Á jólunum er gleð og gaman, fúm, fúm, fúm. Á jólunum er gleð og gaman, fúm, fúm, fúm. Þá koma allir krakkar með í kringum jólatréð. Það með ríka gleð og gaman, allir hlæja og syngja saman, fúm, fúm, fúm. Og jólasveinn með sekk á baki, fúm, fúm, fúm. Og jólasveinn með sekk á baki, fúm, fúm, fúm. Hann gægist inn gættina á góðu krakkana. Það með ríka gleð og gaman, allir hlæja og syngja saman, fúm, fúm, fúm. Á jólunum er gleð og gaman, fúm, fúm, fúm. Á jólunum er gleð og gaman, fúm, fúm, fúm. Þá klingja allar klukkur við og kalla gleð og frið. Það með ríka gleð og gaman, allir hlæja og syngja saman, fúm, fúm, fúm. Já, að sjálfsögðu eru náttúrulega jólatré á jólamarkaði Barrans, annars fara nefnilega allir í jólaköttin eða ekki jólatré. Og hérna sé ég að Sigfús frændi minn úr Skógagerði er búinn að pakka einu tré, komið í poka. Er þetta tré úr þinni ræktun? Já, þetta er Skógagerði. Hvað getur ímyndað þessi gamalt tré? Þetta er frá 99 en þetta er mjög hægvaxta og það er það sem gildir. Þau standa þá lengst, er það ekki? Jó, þau gera það. Þetta eru fura? Já, þetta er stafafura. Varstu með fleiri tegundir? Ekki núna, en það er hérna rauðgreni sem að skógræktin hefur verið með og skógræktarbændur hérðan. Nú var síðasta sumar ekkert sérstaklega sólríkt en það var blautt samt. Hvernig báru tréin sig eftir sumarið? Já, furan var ekki eins falleg hún hefur verið, þannig að það var vandamál að finna algjörlega gallalausa furu. En hin trén báru sig nokkuð vel. Blágreinið og greinið er harðgerara. Tekur ekki eins skemmdir, svona sjáanlega skemmdir eins og furan. Og er ekki staðreynd að það eru langbestu tréin frá Skógagerði? Já,
Já, þaðan sem maður þar allt best. Hvorugur okkar hlutlaus sennilega í þessu dæmi. Hefur hugmynd hvað eru margar plöntur komnar í land skógakers? Nei, það ekki gott að segja. En það getur verið komin eitthvað yfir 500.000. Talsvert af því greni þannig að þú verður ekki jólatrjálaus næstu ári? Nei, reyndar ekki, en það verður vandamál að finna gallalaust tré þegar skógurinn eldist. Sigfús minn, gaman að hitta þig hér og ég segi bara gangiði vel og gleðileg jól. Já, takk sem gleðist. Eins og ég sagði þá hægt að fá allt mögulegt hérna á jólamarkanum, jólakettinum. Hérna til dæmis, þetta sé ekki bara torfæru tröll. Og hérna völundurinn við borðið að selja ýmiss konar smíðisgripi. Þetta allt sem þú hefur smíðað sjálfur? Já, reyndar. Ég gaufa við þetta svona í bílskúti hjá mér. Já, þú ert ekki aldeilis aðgerðalaus. Nei, það gaman að þessu. Búin að selja mikið? Það sullast svolítið út. Já. Það fær upp í kostnað allavega. Ég sé að þú ert með gjaldkera með þér. Já, 2 gjaldkera. Annað gjaldkera og hinn bókari þá. Já, ég hef sagt það. Ég sé til dæmis að þú ert með hérna dýrgripi sem að voru nú í minni sveit og þegar ég var hér í sveit í gamla daga, við minnum þetta hafi verið kallað kaupfélagskollar, getur það ekki verið? Jú, það getur alveg verið. Þeir voru smíðaðir í kaupfélagi Héraðsbúa. Trésmíðastæðin þar. Voru til hér á hverjum einasta bæ? Ég held það. Svo var reynda smíðaðir á Eiðaskóla líka. Og það vill svo til að ég með hérna stól sem ég smíðaði sjálfur þegar ég var þar einhver tíman 1900 og... ég var 14 ára gamall. Já, sem sagt fyrir örfáum árum. Fyrir örfáum árum. Þessi stólar voru líka til á hverju heimili. Það sem að skólakrakkarnir voru. Svo ég með annan þarna úr lerki. Já. Nú þetta austfyrst lerki. Annar hall á stað. Þetta þurrkað hjá þeim og við kaupum það þar og geymum það smá stund inni og áður við smíðum úr því. Þannig að þetta stóll sem hefur sprottið upp á Héraði. Alveg tvímælalaust. Góðan daginn hér. Hvað ert þú að selja? Bara ýmislegt föndur og það sem safnast saman hjá mér. Er þetta svona létta á handræðanum? Ég að létta á handræðanum svo að þetta byrja aftur. Framleiða aftur. Þetta eru hér alls konar listaverk, hér eru jólastjörnur og... Hvað er þetta? Barnasmekkir. Þetta eru barnasmekk? Þetta eru barnasmekkir. Hérna eru jólakúlur. Þú situr greinilega ekki alveg aðgerðalaus? Nei, engin ástæða til. Hvernig gerum við þessar jólakúlur? Er þetta heklað utanum með það? Þetta er orgerað. Er þetta hvað? Orgerað. Orgerað? Orgerað með svona skittu. Það er líklega eina handverki sem ég átti að læra. Já. Nú, héraðsmenn láta sjálfsögðu ekki bækurnar vanta á jólamarkaðinn. Og annað væri náttúrulega bara að fara hreinlega í jólaköttin í orðsins fyrstu merkingu. Og hérna eru borð hlaðin bókum. Vitum við, hvaða bókaforlag er þetta? Þetta er bókaforlagið Bókstafur sem tók þeir starfa hérna á Egilsstöðum í ársbyrjun. Við áttum 6 titla núna í bókatíðindum og þeir eru næstum því allir komnir hérna á borðið og orðið svona minna eftir af sumu en öðru. Ég til dæmis að endurprenta hérna helling og við þurfum náttúrulega alltaf að vera á barranum. Það er alveg hluti að þessu hérna fyrir austan. Sumir titlar uppseldir? Það er, þetta er restin af bara alveg þessum 4 bókum. Það kláruðust hjá okkur
uppselt hjá útgefanda því náttúrulega það eitthvað til eftir hjá þeim í búðum og svona en maður vill náttúrulega ekki þurfa að segja nei þegar að búið þetta panta þannig að við erum að endurprenta já. Ég sé að þið eru hérna til dæmis með Önnu í Grænuhlíð, það endurútgáfa? Það endurútgáfa, það í rauninni heildarþýðing. Þetta sem við lásum í gamla daga sem Önnu Grænuhlíð 1, 2, 3 og 4 þetta voru mikið styttar útgáfur og stytting sem að sennilega gerist á milli ensku og dönsku. Þær bækur voru þýddar úr dönsku. En núna erum við að þýða þær semst beint úr ensku. Við erum búin að vera því komið eina bók á ári núna í 4 ár. Svo 4. sem reyndar uppselt hérna á markanum, hún hefur aldrei komið út á íslensku áður. Þetta afskaplega menningarlegu blöð og þjóðlegu fróðleikur mikill í þessu, bara bæði gamall og nýr. Þetta munurinn á Múlaþingi, hér þjóðlegi fróðleikurinn og Glettingur svona austfirsku málefni í víðari skilningi. Glettur eru nú svona eiginlega afsprengi af Glettingi. Já, ég kannast alveg við það. Og hvernig efni í Glettingi? Það mjög breytilegt, við höfum talsveit náttúrufræði, það dálítið útivist, síðan svona aðeins félagsmálin og þjóðlífsmálin. Núna viðtal við Tryggva Ólafsson listmálara, komið mikið inn á það. Ég sjálfur með samantekt þarna byggðaþróun á Austurlandi frá því að Glettingur byrjaði að koma út síðustu 24 árin sem dálítið fróðleg lesning. Það eru ekki allar bækur upptaldar, hér ein bókin enn, Herborgar saga. Erst þú að selja þessa bók? Já, ég að taka niður pantanir því að hún ekki komin úr prentun en hún Herborgu Jónasdóttir, föður ömmu mína sem að þarna átti bæði gleðiríka og erfiða ævi. Eignaðist þarna 11 börn og 12 árum, misti 3 þeirra í æsku og 2 uppkomin og svo tók hún hansi 5 fóstursinni. Það ekkert annað. Nei. Og hvar bjó þessi merka kona? Hún bjó á 6 stöðum. Hún fæddist að Hlíðarendi í Breiðdal, flyst þaðan í Stuðla við Reyðarfjörð og þar giftist hún frænda sínum sem þau voru bræðrabörn og þaðan flyst hún yfir í Hrúteyri við Reyðarfjörð sem núna alveg komin í eyði fyrir nokkrum mánuðum síðan. Og svo liggja leiðir hennar þarna í gegnum raunverulega Austfirðina því að hún fer frá Hrúteyrinni yfir á Sómarsstaðagerði, frá Sómarsstaðagerði upp í Dalhús í Eyvindaradal og þaðan sest hún að Þrándarstöðum þar sem hún enda sín feril og þar ættin ennþá búsett. Frá Þrándarstöðum, þú sem sagt frá Þrándarstöðum? Já, ég heiti sem Ólafía Herborg Jóhannsdóttir og ég heiti sem í höfuð á báðum ömmum mínum. Foreldrar mínir eignuðust 11 börn og þau sáu ekki vænna en það að koma upp nöfnum þessara ömmu okkar með annað barnið og heldur kannski að bróðir minn segir að þau hafi gefist upp eftir að eiga mig og þess vegna var 4 ára hlé en svo eignuðust 11 börn eða þessi 9 eftir það. Það Jói Þrándar sem kallaði það? Já, það Jói Þrándur, já. Sem svona farsæll í barnaframleiðslum að segja og hans börn sum fædda í fótspor hans eins og elsti bróðir minn, hann á Slattaskóla. Og hans kona Jóa Þrándar, hún var frá Stakkahlíð í Lómundafirði. Já, og sú saga býður seinni tíma. Jólasveinar gangum gál með gildan staf í hendi, móðir þeirra hrín við hátt og hreyðir þá með vendi. Upp á skjöld fer ég framma, 9 nóttum fyrir jól þá kem ég til manna. Ofan fjöld fer ég að þramma, 9 nóttum fyrir jól þá kem ég til manna. Hérna sé ég fallega vöru, ég veit ekki alveg hvað ég á að kalla þetta, sumir kalla þetta aðventukransa, aðrir bara hurðarkransa. Þetta gert að mestu leyti úr íslenskri náttúru sýnist mér, það ekki rétt? Jú, þetta lingur Mývatnssveit og svo pínlítið af greni með, bara svona til þess að... Þetta sem sagt norrlenskt ling? Þetta norrlenskt ling, mývest ling. Kemur alla leið Mývatnssveit til að selja hér á markaðnum? Já, ég frétti að það væri svo mikið, væri svo gaman hérna og kæmi svo margir og þetta búið að vera alveg rosalegt fjör í dag. Já, það ekki? Jú. Þú sér ekkert eftir ég hafa komið? Nei, við sjáum ekki eftir því. Við vorum 2 vinkonur sem komum saman.
Jæja, nú ég komin hérna alveg inn í enda. Hérna borðið hans Kalla Sveins eða fiskverkunar Kalla Sveins úr Borgarfirði. Kalli, hvað eru Borgfirðingar að gera allavega upp á hérna? Og hvað ertu fyrst og fremst að selja? Það skatta, saltfiskur, harðfiskur, hákall og já, það svona aðalega þetta. Ertu með kæsta skötu? Já, bæði stórskötu og tindabyggju. Kunna Borgfirðingar eitthvað að kæsa skötu? Já. Það eru bara Vestfirðingar sem hefðu enga rétt á þessu? Já, nei. Þetta eiginlega auðveldasta fiskverkun, það að kæsa skötu. Það eiginlega ekki hægt að eyðileggja. Og þetta eins gott og hjá þeim fyrir vestan? Já, það held ég. Eða bara, ef ekki betra bara. Er eitthvað til í því að hákallinn frá Kalla Sveins sé svo besti í landinu? Ég veit það ekki, það held ég. Það getur verið það náttúrulega en það verkast ákaflega misjafnt hákall. Þú lætur ekkert frá þér nema það sé gott? Nei, ekki nema ég getur borðað það sjálf, það er reglan hjá okkur sko. Talandi hákallinn, ekki nauðsynlegt að hafa landa með hákallinn? Það ekki verra sko. Það virkar mjög vel saman sko. Þú býður ekki upp á það? Nei, ekki núna allavega. Ekki Nú eitthvað illa á suðu? Já. Kalli, þá segir ég bara gangiði vel og gleðileg jól. Já, sömuleiðis takk.